Komdu nú með mér í ferðalag víða veröld og lengra en það. Við erum hér saman til þess að sjá hvað Lilli gerir í dag. Lilli tígur, Lilli fer í ferðalag. Lilli tígur, Lilli fer í ferðalag. Einu sinni var dimmt hús í dimma húsinu. Var dimmt herbergi í dimma herberginu. Var dimmt. Lilli tígur! Voru þið nokkuð hrædd? Ég var bara inni í skápnum. Ég var bara í feluleik með vinum mínum. Á að sýna ykkur staðina sem ég faldi mig á. Hérna er ég í kojinu og ég faldi mig líka í rúminu og ég faldi mig líka þarna á einn góðum stað ofan í vaskinum. Og ég faldi mig líka hjá glerugum hjá okkur eldri borgara. Skrítið. Og hérna er eitthvað lítið barn. Pínu creepy. Hei, hver slökkti ljósin? Nú erum við komin í Svartaland. Það verður kannski svolítið mikið dimmt og drungalegt. Haldið að þið verið nokkuð hrædd. Ég ætla að sýna hvernig maður skrifa svartur. S-V-A-R-T-U-R. Svartur. S-ið er smá eins og slanga, sem segja líka s, sem er smá slöngulegt. Getið þið sagt s. Vá, mjög flott hjá ykkur. Hei, hver slökkti ljósin? Eru þið til að kveikja aftur? Er ég kóngulófið? Hæ kónguló. Ég heiti Kalli Kónguló. Ég er með 8 fætur og ég á heima sem kóngulóið. Ætlarðu nokkuð að veiða mig? Ég veiði bara flugur. Ég veiði enga krakka og engin tígrisdýr. Krakkan er svo stór og ég er lítill. Gott að vita, Kalli Kónguló. Þannig að næst þegar ég hitti Kónguló þá skuli ég bara klappa henni. Kannski er hún bara Kalli Kónguló? Bye, Lilli tígur. Ég veit bara ekki að. Bye! Sjáumst. Ég ætla að sýna ykkur hvernig maður skrifar kónguló. K-O og maður getur líka sett Ö. N-G-U-L-O. Könguló og kónguló. Hei, ég er komin að bóndavaginn. Spennandi að fylgjast með. Hann er að ríja kindina. Það er svona sama að raka ullina. Vá, sjáu alla svörtu ullina. Hei, prjónakona, er kannski hægt að græja lopapeysu á mig? Já, ég skal prjóna peysu fyrir þig. Fyrst ætla ég að búa til prjónagatn úr ullinni og svo prjóna ég, sjáðu, svona. Þá er ég búin að prjóna peysu fyrir þig. Takk kind og takk prjónakona. Takk bóndi. Þið eru öll æðisleg. Svaka töffari. Finnst ykkur ekki ég vera fínn í svörtu og hvítu lopapeysunni minni? Nú ætla ég að sýna hvernig maður skrifar ullarpeysa. U-L-L-A-R-P-E-S-A. Ullarpeysa. Sjáu þið, hér er verið að mjólka kýrnar. Hei, sjáu all svörtu dýrin. Mér langar smá til að spjalla við ykkur. Hæ, ég heiti Kung Fu Panda. Hvernig er þetta blessaður Kung Fu Panda? Er ég ekki flottur? Til að leika. Já, ef við kannski leika á morgun? Já, sjáumst. Leðurblika, kanntu að fljúga?
Hæ, það er svolítið dimmt og drungalegt hérna. Á ég ekki leyfa ykkur að heyra nýja litalagið sem ég var að búa til. Það heitir Litadans. Gulur er fyrir sólina sem öllur hreyfir við. Rauður er fyrir rós og roða sem myndast við sólskinið. Grænn er fyrir gras og gróður sem gefur okkur súrefni. Blár er fyrir haf og heiminn þar sem upp á umhverfið. Lagið er litina og söngum þá ég flyt. Lífið er svo yndislegt og margt sem gefur lífinu lit. Fegurð er að finna í öllum litum regnbogans. Og nú ég dansa minn dans. Og nú ég dansa minn dans. Svartur er fyrir nóttina þegar svefnsækir að kvöld. Hvítur er litur vetrar þar sem snjórinn er við völd. Fjólublá eru blóm í beði og alls konar gott er í. Brúnn er fyrir súkkulaði sem ég finnst gott stelast í. Lagið er litina og söngum þá ég flyt. Lífið er svo yndislegt og margt sem gefur lífinu lit. Fegurð er að finna í öllum litum regnbogans. Og nú ég dansa minn dans. Og nú ég dansa minn dans. Bleik eru svínin svo sæt og fín og flamingofuglar þrír. Appelsínu gular gulrætur og lítið tígrisdýr. Vá, hvað þetta var flott og skemmtilegt lag. Litirnir eru svo fallegir. Ég ætla að sýna ykkur fána sem er svakalega litríkur og flottur. Þetta er fáni hinsegin dagana. Hinsegin dagarnir eru svona mannréttindahátíð. Því allir mega vera eins og þeir vilja vera. Heimurinn er svo skemmtilegur svona litríkur. Finnst ykkur það ekki líka? Nú er svarti þátturinn búinn. Við sjáumst í næsta þætti.